Já, komið þið sæl. Það verður nokkuð kröftugt veðrið undanfarna daga, svona rólegra yfir þessu hjá okkur í dag, en erum að fá nýja lægð hér inn á morgun og hún strauja hér norður yfir landið eins og sjáum á hreyfimyndinni og verður hvasst víða í austanáttinu og undan þessu skilu sem ganga norður yfir, en þannig sérstaklega að hún verður nokkuð beitt þessi lægð þannig að komið norður fyrir land. Þá tekum við mjög svo hvass vestanstrengur með hríðaveðri þá hér landið vestanvert og við sjáum þetta betur hérna í svona nærmyndinni, við sjáum hvernig þrýstilínum verða þéttari yfir landinu þegar líður á kvöldu og nóttina. Töluverð úrkoma hér austanlands í nótt og viðvaranir sem detta hér inn þegar halla tekur á morgni. Hér nokkuð víðum land, hríðaveður þá hér norðvestan og vestan til, hvassviðri þegar austan dregur og þetta á staðan hjá okkur klukkan 8 í fyrramáli. Við sjáum náttúrulega að það úrkoma nokkuð víða og það getur verið töluverð, það er svona hlýrra í þessu hlýtt loft sem að koma hér upp að austanverðu landinu og þá rigning fyrst og fremst þar, en það getur verið snjókoma og hríðaveður í þessu hér vestan til á landinu allan tíma. En svo sjáum við þróunina áfram að lægðin kemur hér og fer norður yfir land og við sjáum hennar snarpa vestanstreng sem að kemur hér inn yfir landið og þá fá viðvaranir hér norðvestan til annan lit, þannig að appelsínugul hríðaviðvörun þar í gildi og strengurinn, þessi vestanstrengur, hann verður svona sérstaklega öflugur þá einnig á norðausturhorninu sem við sjáum hér, stöðum þá klukkan 8 annað kvöld, appelsínugulvar hríðaviðvaranir þá á norðvesturhorninu, appelsínugulvar hvassviðrisviðvaranir þá á norðausturhorninu og hér í miðbygg Norðurlands og hálendinu svona nokkuð sennilegar kviðutölur þá á þessum spásvæðum, þar að segja að kviður geti verið bílinu 40-50 svona sérstaklega á Tröllaskagasvæðinu, en það verður víða kviður og yfir 30-40 metrar á sekundu. Og svona eðlilega viðvaranir líka hér sunnan til á landinu, þó gular, og svo sjáum við að lægðin hún fjarlægist og þá er svona detta þessa viðvaranir út fyrst hér sunnan til og síðast detta út þá þessar viðvaranir fyrir miðju Norðurlandi og gera það þá miðjanótt frá nótt þriðjudags og við tekur á suðvestanátt og við verðum þá komið hér inn í éljaveður hér sunnan og vestan til á landinu, bjart að mestu norðan og austan til, en töluvert blástur í þessu þó. Og síðan svona þegar líða tekur á þriðjudaginn og það breytir sig svo sem ekki mikið í þessu hjá okkur, áfram nokkuð kröftug suðvestanátt með éljum sunnan og vestan til á landinu. Sjáum það að staðan svona nokkuð svipuð á þriðjudagskvöld. Svo ætla næsta leið að koma inn þá hjá okkur á síðla á miðvikudag og það er þegar búið að gefa út gula viðvörun allt land og við sjáum það bara í þessu korti, það eru þéttar þrýstilínur yfir landinu og svona gula viðvörun hún í gildi á frá klukkan 18 á miðvikudeginum og nær síðan fram á fimmtudag og það hér hátíð þá nú svona aðeins byrja að draga úr þessu hér vestan til á landinu en hvassviðri mikið þá hér landið austanvert. En við svona fylgjast betur með því hvernig þetta spilast. En hvað varðar Evrópu að þá sjáum við að það nú nokkuð kalt allan í Oslo og Stokkólmi og Helsinki, getur jafnvel gert él þar og köflum. Háþrýstisvæði eins og verið hefur á undanförnu í Mið-Evrópu, sólríkt og hitatölur svona yfir daginn ná nú vel yfir núli en hætt við næturfrosti og svo eru skúraleiðingar hér á suður Ítalíu og þar suður af í Miðjarðarhafinu. En sólríkt að mestu leyti þó á Íberíuskaganum nema hér á suðuróta, til og með þetta í Sevilla, þar nú spáði að það geri dembur á morgun. Skúraleiðingar einnig á vestureyjum Kanaríeyja og hiti svona rétt yfir 20 stigin og við endum síðan hér í Norður-Ameríku sem nú háþrýstisvæði hér í suðurhlutanum og hitum 20 stig en öllu kaldara náttúrulega og eðlilega þegar norðar dregur. Sem það gott að vera í dag, verið sæl.